Spurning mín tengist stöðu og hlutverki kvenna meðal Ísraelsmanna í fornöld. Ég ætla að lesa spurninguna. Sagt að til forna hafi Ísraelsþjóðin fylgt seðum og venjum varðandi konur þar sem þær voru útilokaðar og metnar lítils. Þær syndu einungis heimilinu og börnunum og gátu ekki farið út á sama hátt og karlar. En við sjáum líka í Biblíunni, í 2. konungabók 22, dæmir spákonuna Huldu sem konungur Jósía leitaði til. Við sjáum einnig dæmi Maríu, systur Móse, sem í 2. Mósebók 15 spáði með söng sínum. En fremur dæmi Deboru, sem var dómari og spákona drottins, eins og segir í dómarabókinni 4. Hún leiði her Baraks til sigurs. Spurning mín þessi. Ef konur í hinu forna samfélagi voru settar til hliðar, hvernig gat Ísraelsþjóðin sjálf samþykkt andlegt og jafnvel efnislegt hlutverk sem Guð fól þeim án þess að þær hefðu rödd eða atkvæði? Jæja, hver að segja eða hver sagði að í Gamla testamentinu hafi konur verið hafnað? Nei, frekar af öllu því sem við höfum lesið í Biblíunni sjáum við ekki eins mikið af störfum kvenna í Gamla testamentinu. En við sjáum starf spákvenna, ekki satt. Því sagt að spákonan Debora hafi verið dómari í 40 ár og það dásamlegt. Guð setti hana sem spákonu. Hulda var líka spákona. Auk þess gegndi Rakel og Lea sínu hlutverki. Guð setti þær einnig sem táknmynd fólksins, kirkjunar. Við sem lesendur Biblíunar gerum athugasemdir og segjum, en í Gamla testamentinu sjást konur varla. Já, vegna þess að á þeim tíma ákvað menningin að maðurinn bæri ábyrgð heimilisins. Þá syndi maðurinn skyldu sinni að sjá fyrir fjölskyldunni og konan helgaði sig uppeldi barnana. Ég tel að þessar spákvennur hafi verið fólk með góða dómgreind og skýra hugsun. Líklega voru þar ekkjur eða giftust aldrei. Því munið að í fornöld voru heit gefin. Það voru konur sem gafu Guði heit og sögðu, ég mun aldrei giftast til að helga mig Guði og leita Guðs. Menn gafu einnig slík heit. Þegar þessar konur helguðu sig Guði, gaf Guð þeim verkefli og Guð launaði þeim og blessaði þær. Við skulum líka hafa í huga að Biblían samantekt af því sem Guð vildi kenna okkur og sýna mannkyninu til að við fylgdum því. Hann leggur áherslu á það mikilvægasta. Hvað ef Guð hefði leyft að allt væri skrifað nákvæmlega eins og það gerðist? Eins og postulinn sagði, þá myndu bækurnar ekki rúmast í heiminum. Þannig að það eru margar aðrar sögur sem við finnum ekki í Biblíunni. Guð vildi draga fram það mikilvægasta úr lífi sumra persóna fyrir okkur og hitt leyfti hann ekki að væri skráð. En bræður, í dag með Guði okkar, hversu margir vitnisburðir eru í fagnaðarerindinu? Á þessum tíma sem við höfum gengið með drottni, hversu margt 1000 vitnisburðir eru kraftaverkin og verkin sem Guð hefur gert í kirkjunni almennt? Hversu margt hefur gerst? Hversu mikið segir fólk frá birtingu Guðs? Það ómögulegt að safna öllu saman og skrifa það svo að það sé aðgengilegt öllum. Það of mikið verk, of mikið efni, of mikið til að lesa. Nei, það ekki hægt. Við segjum, Guð gerir kraftaverk og tákn. Guð gerir 1000 kraftaverk og tákna.